Ágætir ráðherrar og ágætir þinggestir. Ég var beðinn að tala hérna samspil upplifunar, hönnunar og ferðaþjónustu og ég ákvað svona að taka fyrir hvað upplifun, reyna aðeins að velta því fyrir sér með ykkur og síðan svona kannski svolítið solid dæmi sem að við könnumst kannski flest við og reyna að fara eins í gegnum ferli sem var þar á bakvið. Upplifun svolítið erfitt að ákveða og negla niður hvað upplifun. Þetta markaðurinn Vucciria í Palermo og það mjög mikil upplifun að fara þangað og allir eru samlað þangað það sem þangað fara. Þetta Starbucks í Bandaríkjunum og hann þekktur í fræðum hönnun og experience design að hann þóst að staðsetja sem þriðji staðurinn. Það að segja heima, svo fer ég í vinnuna og svo fer ég á Starbucks. Og þetta hlut af þeim árangri sem þeir hafa náð að vera kallað þriðji staðurinn. Nú þetta hvorutveggju upplifanir, önnur náttúruleg og hefur einhvern veginn orðið til í gegnum söguna. Þessi búin til og við svona getum velt okkur fyrir hvort betra. Versalir, þar eru garðar miklir og þeir eru bara sem dæmi garðar sem hafa verið gerðir í gegnum tíðina. Að auðvitað eru garðar sem voru gerðir á miðöldum og síðar, þeir voru gerðir til þess að skapa upplifun. Upplifun ekki neitt nýtt, þetta eitthvað sem hefur alltaf verið, það bara kannski nýtt að við erum farin að skilja það betur og við erum að reyna að fara að stýra því meira. Disneyland upplifun og þetta kannski það dæmi í heiminum upplifun sem hvað sterkast að tillítunum til að það trúlega verið hvergi eins mikil hönnun í gangi, við getum rætt okkur sem góð eða slæm, ég ætla ekki að setja að dóma á það, en það er mikil hugsun á bakvið allt sem gerist í Disneylandi. Og mikil þjónustustuðlar og svo framvegis. Þannig að það mikil hönnun hér í gangi, en hún miðast á því að búa til einhvers konar gerviheim sem mörgum okkar finnst vera mjög langt frá því sem við kannski sjáum fyrir okkur. París, heimsborgaraferðir, það mikið ferðamennsku sem fer á heimsækja staði og það hefur reynst mjög vel í gegnum tíðin að búa til íkonískar byggingar eða annað slíkt og Eiffelturnin það, hann hönnun, hann arkitektur eða verkfræði hönnun á sínum tíma, átt að rífa niður og svo var hann haldið áfram. Og raunverulega erum við enn að þessu vegna þess að hérna Bilbao til þess að koma sér inn á kortið, tekur það ákvörðun að gera Guggenheim-safnið og nota til þess heimsfrægan arkitekt. Þannig að þið sjáu strax í gegnum söguna að hönnun, og nú ég að nota hönnun í mjög víðu hugtaki, ég að nota hana sem arkitektur, ég að nota hana sem vöruhönnun, grafíska hönnun, sjónræna hönnun og svo framvegis. Hönnun búin að hefur verið notuð í margar aldir við að búa til upplifun eða einhvers konar tákn sem leiða til þess að fólk hefur áhuga á að fara að heimsækja þessa staði. Þannig að það í sjálfu sér ekkert nýtt hér. Venezia, fólk fer þangað mikið og það að hluta til vegna þessar byggingar sem hafa orðið til í gegnum tíðina. En fólk kemur líka mikið til Íslands vegna náttúrunnar sem til staðar. Þannig að við erum með, þó við svona stundum horfum til þess að við eigum mikið þessar kannski mikið að fallegri byggingum og öðru slíku í þátíð, þá eigum við eitt sem að margar þjóðir eiga ekki jafn miklu mæli, það svo ótrúlega fallegu náttúru og það spurningi hvernig getum við unnið með hana. Tek þetta dæmi hérna, þetta svona kallað fyrsta boutique-hóteli sem Philip Stark gerði í New York og hvað var merkilegt við þetta hótel á sínum tíma að hann hugsaði, mikla hönnun, en það var líka þessi hugmynd með að það skipti meira máli að barinn í hótelinu yrði cool og hipp heldur en nokkuð tíman að herbyggja verið endilega þokkalega góð eða stóri eða annað. Og ég hef verið þarna og þetta eru pínulítir herbyggi, ekki skemmtileg, en það eitt stórt svona tákn í miðjunu fyrir aftan rúmið, stóri mynd og þú gleymir öllu hinu. Þetta leiddi til þess að það fullt af stöðum sem fór að vinna eftir þessari formúlu að hótelrekstur, hann snerist ekki hótelrekstur sjálfur sér, hann snerist það að búa til stað og draga fólk þangað. Og það snerist að gera staðinn þannig að hann væri spennandi, skemmtilegur og það var einhver upplifun að koma þangað. Þannig að fólk fór að koma þangað að því það var gaman að fara þangað og það opnar í hverju einasta mánuði viðsvegar í heiminum hótel sem að byggja á sömu leikreglum. Og það enginn sem segir að þessi geti gera það hér heima. Og mikið af hótelum út á landsbyggðinni það vantar oft aðdráttarafl eins og fólk ennþá að hugsa að búa til hótel. Í staðinn fyrir að segja hvað get ég gert einhvað sem að vekur athygli og fólk vill fara og það hefur líka gistiaðstöðu. Og tek þetta sem dæmi vegna sem ég hef sægrefin og svo skemmtilegt dæmi að það upplifun. Mikið útlendingum fara þangað og þú ferð á netið þá fyrir fullt að dæmi það. Þetta kannski dæmi
hann gerði þetta alveg óvart, hann byrjaði bara eitt sumar að setja grill fyrir utan og ég svona mun ekki verið með leyfi fyrir því, en svo hættulega átti hann sig á því og hitta á þetta og að stækka, og ómeðvitað þá hann að hanna, vegna þess að staðurinn á hverju ári að batna, það alltaf einhver að bæta í hann og það einhverju sem kannski ráðleggjónum að setja myndir á gömlum skipum og hann hrunkar að sér gömlum svona kannski uppstoppum fuglum og fleira, þannig að það ákveðin svona upplifun og stemning. Við sem erum Íslendingar, við vitum að þetta ekki satt, þessi staður ekki gamall, en útlendingur sem kemur átta sig ekki á því. Þetta svona ákveðið Disneyland hugmynd per se, í bara þessum skala, en hún greinilega að virka og í sjálfu sér frekar dýrt að borða hana með við þá þjónustu og annað sem hún færð. En fólk lætur sig hafa vegna þess að upplifun að koma. Og þetta þetta sem kannski skiptir svo máli, að upplifun ofsalega mikilvægt tæki, bæði til að draga fólk að því að vilja fara á einhvern stað og eins líka til þess að þegar það kemur það að þó að kannski ekki sé allt í lagi vegna þess að það ekki hægt að byggja hótel eða nýja byggingar hér og þar á landi bara 1 og 3, ef að þeir hugsa vel þá upplifun sem kemur þegar gesturinn kemur, þá kannski gleymir hann litlu atriðum eða horfir framhjá þeim. Og þessi upplifun getur verið annarkvort staðsendingin eða staðurinn sjálfur eða líka bara þjónustan og hvernig fólk kann hitta á staðnum. Upplifun svo margt, það ekki bara útlitið, en það segja að það allir þessi upplifun, þessi stefning sem maður fær á hverjum stað. Nú ætla ég aðeins að skipta umræðu, að því að ég held þessum nátt okkur á því að upplifun margt og skemmtilegt og skrítin og svona. Það að ég held að séu ákveðnir punktar, ég veit að Hlín mun tala betur það seinna upplifunar hönnun, en það svona ákveðnir punktar sem skipta svolítið máli, að það átt að segja á því hver. Það að skilja hver að koma til manns. Og við getum kallað þetta neytendur, við getum kallað þetta markhóp, það skiptir ekki máli hvað við köllum það, við þurfum að skilja þegar við ætlum að fara af stað með einhvað, hvort sem það veitingastaður, sundlug, baðstaður, hótelega, hvað svo sem það í ferðinanum, að það reyna átt að segja hver sá aðili sem trúlega kemur til mín. Auðvitað getur það verið gott að segja ég ætla að ná öllum, þá trúlega nærðu öllum ef þeir koma til þín, en þú kannski skilur ekki eftir neina sérstaka minningu og það getur verið sterkar ofta því að ákveða að vera ná fáum en ná þeim virkilega vel, af því þá fer fólk að segja sögur. Og eins og Katrín minntist áðan á að það ekkert sterkara í markaðssetningu í dag heldur sögur sem fólk segir, og þetta eitthvað sem að mér finnst stundum hér heima menn hafi ekki alveg verið kannski að ná að við erum sagnaþjóð, en við erum kannski ekki voðalega góði að búa til sögur í ferðabransanum, myndi ég segja, eða greininni fyrirgefið. Annað sérstæðan, og það einn átt að segja því, að hver sérstæðan manns, og oft á tíðum getur sérstæðan verið meira en eitt og þá þarf að vera harður í því að velja. Það þarf að velja hver sérstæðan sem ég vil. Ef ég á ofsalega fallum stað einhver staðar, það þá náttúran sem ég ætla að keyra á eða ætla ég að gera á eitthvað annað sem skiptir meira máli. Þannig að maður þarf að taka þessa ákvörðun að velja hvað það Mjög mikilvægt og þarna kemur hjálpar hönnun mikið, það að búa sér til sín. Það að sjá fram einhvers konar ímynd. Og þessi ímynd getur verið annarkvort sett niður á blað sem ofta tíðum veldur misskilningjum þess að við skiljum jo ekki öll orðin alltaf eins. Það algengt að menn fara að rífast yfir orðum. Og það að hanna sér sýnina eða jafnvel að teikna hana upp eða annað og setja hana fram með annarkvort í moodboards eða öðrum tækjum og tólum sem hönnun hefur yfir að ráða, en að búa sér til þessa sýn. Og svo það seinasti sjálfbærni og fyrir mér sjálfbærni náttúrulega umhverfið og maðurinn, en það ekki síst líka efnahagslegur ávinningu vegna þess að ef við setjum eitthvað fallit á stað, það þarf að ganga. Það þarf að hafa þann efnahag að það geti viðhaldið sér og ekki drabbast niður á einhvern tíma. Það þarf að geta keyrt áfram sína göngu. Ég svona rétt örstutt hopp á hver, ég hef oft notað þetta neytandi, notandi og njótandi og í sjálfsögðu í upplifun sem skiptir mestu máli njótandinn. Það hvaða upplifun færðu. En það má ekki gleyma því eins og ég sem náðan að það fólki sem kemur jú líka neytendur, þeir taka ákvörðun að koma til þín frekar en að fara eitthvað annað og svo þeir líka notendur vegna þess að ef þeir koma og það léleg aðgengi, það margt annað sem truflar og pirrar, að þá kannski gleymist eða skadar það upplifun. Þannig að það þarf að hafa þessa þætti svolítið vel undir. Sérstæðan getur verið staðsetningin, það getur verið umhverfið, en líka síst, og það kannski einhvað sem ég held að við getum unnið miklu meira með Íslendingar, að það sagan. Og það annarkot okkar saga eða sagan sem við segjum. Og það raunverulega að búa til sögur og búa til einhverja ímyndaðan heim sem fólki finnst að ganga inn í og tilheyra á þeim tíma, það ógleymlegt. Mannskepnan bara þannig, hún hefur svo gaman að segja sögur. Og síðan
með sýnina, eins og ég benti á það, hún getur verið mjög meðvituð, Disney mjög meðvituð hvað það að gera. Sægrefinn örugglega mjög ómeðvituð, sérstaklega í byrjun. En þau eru hvorugt ekki að skila árangri, en það náttúrulega væri best að vera kannski, ef menn að setja af stað einhvers konar viðskipti, að þau vera þá með meðvitaða stefnu og heilstæða. Sýnin þarf að vera heilstæð, hún þarf að vera það sem að menn fá tilfinningu og hún sé authentic. Ef það ekki einhvern veginn að virka, og það ótrúlegt með fólk þegar það kemur á stað, það sér oft í gegnum, það átt að sjá það, einhver tilfinning ekki rétt. Það þarf að vera trúverðuleiki í því sem menn að gera. Og það byggist á því að vera með heilstæða sýn yfir allt saman. Og síðan það sjálfbærni, eins og ég segði, umhverfið, og það eru gæðin, og ég hugsa flest ykkar sem eru í greininni viti að gæðamálin eru vandræðamál. Mjög erfitt að halda þeim upp og góðum og stöðugt átak. Og síðan það sem ég kalla innbyggður efnahagur. Það að segja að það sé innbyggt í það sem menn ætla sér að gera, að það sé efnahagur í þegar maður virkar. Þetta snýst ekki að ætla sér að græða á topp og tá og svona íslenskur síldar hugsunarháttur að græða eitt síson og svo það búið. Það snýst að byggja upp efnahag sem að gerist á einhverjum tíma, og það þarf að passa þá að viðskipturinn sé að fá fyrir það sem að honum finnst að vera að fá gildi fyrir það sem hann að borga. Að borga eða hvað eitthvað kostar, það ekki númer, það ekki krónur, það einhver tilfinning það, borgaði ég mikið eða lítið fyrir það sem ég fekk. Og þar alveg þarf maður að passa það svolítið. Síðan ætla ég aðeins að taka bara svona dæmi sem flest ykkar þekki og sumikar hafa heyrt mig tala áður svo sem, að ég ætla aðeins að fara á bakvið það, og það Bláa lónið, og ég ætla aðeins að fara á bakvið, þannig átt ykkur að hvað hvað flókið ferlir að gera hlutina þokkalega vel og árangri, og hvað eru margir í skapandi greinu sem koma að því. Ég var, þegar Sigurður er tekluð arkitekt og ég oft tekluður hönnurinn að því, ég hef mér að lita á mig sem svona, hvað ég segja, eins og kannski Oddný var að beina áðan, ég bara verið mikið af svona hvati á milli, þannig að það eru svo margir aðilar sem hafa komið hinum þessum þáttum í hönnuninni, en það að láta þau vinna saman í eina átt, og það byggir á því að vera með góða sýn. Þegar ég kem fyrst að Bláa lóninu, þá Bláa lónið vissulega til, og þetta náttúrulega, hvað ég segja, kallast slís, það ekki í dag? Umhverfislys, já. En var virkilega spennandi, og ég veit að það margir sem grátu að þeirra Bláa lónið var eins og þegar þessari mynd og saknaði þess og segja sögur af því hvað það var frábært. Auðvitað var það ákveðin upplifun, mjög sterk upplifun reyndana, því að vera svona nálægt hitaveitunni. En þegar þarna seinni hluta 9. áratugarins, þá þurfti hitaveitan þetta svæði. Hún þurfti á því að halda, það þurfti að færa Bláa lónið eða loka Bláa lóninu, og þannig myndast ákveðið vandamál eða líka ákveðið tækifæri, og það að hvernig hægt að hugsa upp Bláa lónið eða Bláa lón þróunina í framtíðinni út frá þessu tækifæri sem verður til, í stæðan fyrir að líta á sem vandamál og sjá það sem tækifæri og hvernig hægt að vinna með það. Og það byrjað, ekki alveg tímaröðanur ekki alltaf réttar, en það byrjað að hugsa hvernig á að staðsetta og hvað á brandið að vera. Þetta meira á vörulínunni eða branduppbyggingunni, því það kom mjög fljótt frá ráðamenn, og það reyndar mjög mikilvægt að segja það að hönnur, við getum aldrei gert betri vinnu heldur en þeir sem að ráða okkur í vinnu leyfa okkur að gera. Og það eitthvað sem mjög mikilvægt að vinna með fagfólki, en líka leyfa fagfólkinu að fá að gera það sem það kann að gera. Og það hefnaðist mjög vel hér. En það semst að átta sig á markaðnum, átta sig hver viðskipturinn hugsanlega, hverjir eru að koma, og við settum upp með við það sem var í gangi í trendum á þeim tíma, að okkur langaði að sjá Bláa lónið færast yfir að verða svona það sem kallum dreammaker eða dreamscape. Nú hefur náttúrulega experience eða upplifunarhönnun þróa svolítið á þessum árum, og þannig að þetta kannski ekki, þetta svolítið barnalegt í dag kannski, ef við horfum tilbaka, en það virkaði samt, að það þess að búa til svona einhvern upplifun sem að upplifunar heim. Annað var að skilgreina persónunar með svona moodboards, að reyna átt að segja hvers konar persónur væri að koma og í hvaða hlutföllum og hvernig við ætlum að reyna að ná til þeirra. Og síðan, eins og arkitektarnir settu sér ákveðið markmið, að það að segja hvernig getum við notað náttúruna sem inspiration, hvernig getum við haldið þessari mystík sem var, þessari guð og annað, hvernig getum við ekki týnt þessu, þó við fyrir að færa okkur, og að ná að búa til arkitektur sem væri að falla inn í náttúruna. Og mér finnst alltaf alveg frábært dæmi í þessari sögu að vegurinn sem fer frá Grindavíkurafleggjarnum inn á lóninu
arkitektin fær að vera með í ákvaða lagningu hans. Þannig að þessar kúrfur sem eru á leiðinu, það eru ekki tilvílanir. Og þetta strax byrjar að setja línuna. Þú keyrir eftir Reykjanesbrautinu og þú beygir og Grindavík og það er allt svona frekar beint og harðar línur, svo kemur inn á hérna afleikirinn af Blálón og þá byrjar alltaf að vera svona sveignar og vognar línur. Þetta byrjar strax að setja niður stemninguna sem verður. Og kannski á morgun þegar norðmaðurinn talar þá sjáum við dæmi hvað norðmenn hafa verið að gera frábæra hluti með að láta arkitekta vinna með vegagerðarmunum og hérna raunverulega hanna vegina og teikna á þá svona upplifuna staði. Annað sem var líka ákveðið og það var að innbyggja efnahaginn. Það er að segja að hugsa strax út frá því að það var þetta þróa staðinn frá því að fyrst var þetta aðaltekju innkoman varu bara gestir sem borguðu sig inn en það var strax gert ráð fyrir í plönunum að hvernig var þetta að auka og sem sagt þá afþreyingu sem til staðar samanber Nutti kom síður og fleira og síðan stækkuðu veitingastaðnir þannig að það var strax hugsað hverjir gætu verið ólíku innkomuþættir. Og það var strax sagt, það verður ekki gert alltaf degi eitt, en það er hugsað að verði þannig og það er séð fyrir að það fari þá áttina. Síðan annað sem að held að skiptir miklu máli og hér er ég með hönnunin í formi arkitektur sem mjög sterk, að það er þessi ákvörðun að láta vera gönguleið, langa gönguleið frá bílastæðunum inn að byggingunni. Og samkvæmt öllum kokkabókum hótel eða baðstöð og annað þá er þetta algjörlega rangt. Og þú ættir að hafa þetta miklu auðveldara flæði og annað. En þetta er hluti af því að staðurinn verður svona vinsæll og eftirsóttur af erlendum gestum akkúrat þessi upplifun að þú þarft að labba þessa leið. Og þetta er eitthvað sem ég held að mætti gera víðar. Það þarf ekki alltaf að vera með bílastæði beint fyrir utan hurðina á staðunum sem fólk hægt að labba. Og því að fólk ekki að koma hingað til Íslands til að sjá bíla. Svo er þetta líka að við gefum mjög meðvituð ákvörðun það að keyra mikið af myndum og notum mikið af mjög fallegum myndum. Það var mikil orka sett í að vinna með fagurljósmyndur að gera góða myndir. Því við vissum, núna er þetta svona meiri í dag, við þetta allir að myndir skipta miklu máli, en kannski 99 það var ekki alveg eins meðvituð allir hvað myndir skipta miklu máli í markaðssetningunni myndinar fara sjálfar að fara af stað. Og einnig þetta að þeir sem hafa verið í lóninu, það er nú ekki alveg algengt að það sé einmanniski í lóninu. Þannig þetta er kannski ekki alveg rétt, en þetta er hluta þessu að búa til einhvers konar ímyndunarköpun vegna þess að þegar erlendur aðili að sjá myndina, hann tengir sig við það sem hann sér, hann langar að vera þessi manneskja í þessu lóni. Og þetta er mjög mikilvægt að hugsa það þegar þið þróið staðið eða einhvað sem er byggt eða smíða, að hannunum að leyfa þeim að fá að búa til eins og áðan einhver sjónarhornið, einhverja sterka sjónræna hluti. Blálón alltaf sterkasti sjónræna hlutin er lónið sjálft. Þannig að það í sjálfu sér er svolítið auðvelt. En það er líka í byggingum að vera með sterk sjónræn hot sem er auðvelt að taka myndir af sem að geta gefið tilfinningu fyrir þeirra upplifun sem að síðan verður. Svo var unnið með líka að auka í þá fjölbreytni af þeirra upplifun var. Það er gestirnir sem koma labba inn og þú byrjar að labba inn að lóninu og það er ákveðin upplifun því, svo kemur inn og svo ferðu út og svo getur líka farið í nutt, þú getur farið í fossinn. Þannig á ákveðnum tímafjölda, manni hvort það var 4-5 ára seinna eftir sem sagt, að staðurinn var byggður að það var verið að bæta inn í fleiri virknum og það hefur alltaf verið í gangi að bæta inn einhverjum hlutum sem auka þá upplifun sem hægt er að verða fyrir í Blálónum. Annað sem skiptir mikið máli eins og ég var að segja það er að vera með arkitektin mjög innbyggðan. Þetta er allt frekar lága byggingar, þú sér það ekki mikið frá veginum eða aðkominni og það er mikið nota af þeim efnum sem þarna er í kring og annað sem að passa mjög mikið upp á að þeir voru byggðar að það var að fara ekki út fyrir byggingasvæði. Það var mjög lítið skemmt af hrauninu. Menn áttu sem ég fljótlega á því að hraunið var hluti af upplifunni. Og það er ákveðið þetta samspil að láta arkitektin og náttúrun að vinna saman. Það er þá sem við náum, að því að náttúrun er þannig að sér getur við sagt ókeypis, ef vel með hana farið að þessu leyti til. Síðan gegnum árin og þannig segjum við núna ég búin að vera að tala mikið ákveðna sín og það er ákveðin strategísk hugsun í gangi og hvað sé hönnuður sem vinna á strategískum þangagangi og arkitektar og svo erum við hins vegar komið að vörulínunni og sjálfu logoinu og brandinu og þar eru aðrir aðilar, þar eru branddesigners og það eru grafíkerar og það eru packaging designer, þannig áttu ykkur þetta er ekki einn maður eða einn manneska sem stendur á bakvið, það eru margir aðilar sem koma að á ólíkum tímabilum og ólíku ferli
og eins þetta með innanhús þróun á sko starfsfólkinu, það mjög mikilvægt að þú ert á sumrin, það vel yfir 130-140 mann sem vinna í Blálóni, þannig að mjög mikilvægt að framkoma þeirra við viðskiptavinna sé eins góð eins og hægt með við það álag sem getur verið. Þeir eru dagar sem eru meira 3000 manns í lóninu, þá það náttúrulega kannski svolítið erfitt. En þetta hægt ef vel unnið að bakvinnunni, og þannig sjáum við hvernig sko logoið hefur svona þróast í gegnum tíðina eins og breyst. Vefsíðan skiptir miklu máli líka og það sama þar að vera með segja frá staðnum, búa til litla sögur, það eru litla vídeo og koma þeim frá og það að hafa þessa heildstæði og hér náttúrulega vefhönnuðir sem koma að málunum, þannig að eins og við sjáum þetta eru mjög margir sem koma að, þannig að það margir af skapandi greinu fólki skulum við segja sem kemur að þessari vinnu. Dæmi að allar merkingar á staðnum þær eru líka tilheyra, þannig að það sko allt sem tilheyrir mannum mjúkt og svo það sem tilheyrir hins vegar hörðum upplýsingu það svona meira hard, þannig að það er svona ákveðið play alltaf á milli það sem var kallað nature and science, svona leikur þar á milli. Búðarumhverfi var hannað á sínum tíma og í bakgrunnin sjáum við listaverki eftir Rúri, þannig að það hefur líka verið það og eins eru tjöldin sem eru inn í Stórasalnum, það er mann ekki hvað hún heitir sem hannaði það. Þannig að Blálónin unni með hönnuðum mjög mikið í bæði í uppsetningunni, hugsunni og eins í framsetningunni. Annað sem hefur skipt miklu máli líka hefur verið það að Blálónin hefur orðið staður fyrir viðburði, þannig að það hefur verið Fashion Weeks þar og þessi viðburður frá íslenska danshópnum. Þannig að þetta samstarf að vinna með skapandi grein til þess að þetta er svona win-win fyrir alla. Blálóni fær ákveðna athygli og annað og sá hópur fær líka því það er verið að vinna þannig með dans í vatninu sjálfu. Og hluta af þessu hefur valdið því að fyrst svona í byrjun að þá fekk Blálóni góða athygli í svona trendsetter tímaritum og öðru slíku. Wallpaper birti til dæmis exclusive fyrstu myndinar þegar það var opnað 99 og það hefur verið það að vinna með skapandi greinum hefur líka orkað að það er auðveldara að komast inn í ákveðna miðla sem að síðan leggja svolítið línunar og það er svona hvað við segja capillary áhrif frá því sem að svona þjóðnast svolítið út. Og eitt að það er svolítið magnaða hugsun og þetta er það sem að mér finnst svolítið gaman að á þessum tíma það er náttúrulega meira núna, það er yfir 4,5 milljón gestir búin að koma á þessum tíma og það er 85% erlendra gesta til Íslands fara í lónið. Þetta eru náttúrulega ótrúlega háa tölur en það sem að mér þykir alltaf svolítið skemmtilegast upp að því mér finnst að segja svolítið gott og mikið hvað samspil hönnunar, upplifunar í lónunni hefur tekist vel að þó það séu svona margir gestir að koma þá er upplifunin þeirra það góð að Blálónið kemur inn trekk í trekk sem hér er það 10. besta spastaður í heimi og ef þau staðir sem eru fyrir ofan þá það eru staðir sem eru að taka inn kannski einhverja 20 manns á dag og það er allt annað að reka operation það sem með 15, 20, 30, það voru auðvelt að vera mjög hátt uppi og allt 100% perfect og að fá 10, 15, 20 manns á dag og annars slíkt. En að ná að reka stað, þannig að fá þetta magna fólki án þess að upplifunin skaðist of mikið, því það er náttúrulega óhjákvæmilegt að vera með svona mikið magna fólki. Það mun dempa niður upplifunina sem að þú ert að koma til Íslands að fá einstaka. En það hefur tekist það því að byggingarnar, framkvæmdin og annað er allt gert á þeim level og gæðum að það er svona vegur á móti skulum því að það sé svona mikið af fólki og fyrir mér er þetta alltaf svolítið svona, það sem ég er stoltastur af að það hefur tekist að halda öllu þessu fólki sem fyrir gegnum staðina og sama tíma hefur ekki upplifun þeirra skaðast meira en þetta. Persónulega finnst mér langt skemmtilegast að vera í Lónið í febrúar en það var engin, ekki lengur hendar. Síðan örstutt að nefna annað dæmi að því að Blálónið er svona hardcore og þið sjáu kannski að það er ákveðin hörð viðskiptahugsun á bakvið það er rekið mjög sem fyrirtæki og það vinnur þétt með fólkum en það hefur sýnt árangur, ég meina þegar Blálónið byrjar þá er það ekkert stórt apparat þannig að þetta er svona ágætt dæmi hvað er þetta að sýna á ákveðnum tíma en þetta er náttúrulega tekið, Blálónið verður á næsta ári 20 ára gamalt fyrirtæki þetta tekur tíma, þetta gerist ekki 1, 2, 3 en Vatnavinir er verkefni sem ég kom á hóp af fólki sem ég langar svona aðeins að nefna bara sem dæmi að hugsa út fyrir boxið. Hér er svona transdisciplinary hópur, það eru arkitektur í þessum hóp, það eru hönnur í þessum hóp, það eru grafískir hönnu, það eru ferðaráðgerðar og það eru
heimspekingar, þannig að það svona mjög ólík breytt og mér alltaf þótt svolítið gaman, sko Heilsurlandi, það var svona ákveðin framtíðarsýn sett hana 2008 og ég held að hún hafi nú haft áhrif í það, svona þú hafi ekki sjálfur sér, en það var þetta ekki hugsað sem verkefni sem fleira svona sem, hvað ég segja, think tank. En ég alltaf þótt svolítið gaman að þess og vil svona taka þetta upp sem upplifun að ég held við gætum á Íslandi gert miklu meira með að spila saman náttúrunni og arkitektúr og hönnun heldur við höfum verið að gera. Við erum bara rétt byrja á því. Og þá þurfum við kannski að vera svolítið bara óhefðbundnir í hugsunum og fara svolítið út fyrir boxin sín og reyna að átta sig á því. Og þetta er svona bara rétt kennsla eða renna yfir því að hvað væri hægt að gera. Þú veist, það er víð á landinu sem að hellingur að heitu vatni rennir út í sjó án þess að gera neitt við það. Og það þyrfti nú ekki marga jeppa, skulum við segja, í peningum talið til þess að gera hér hitt og þetta. Og ég veit að Sigrún Birgisdóttir sem er inn á hópnum mun tala á morgun og segja hans betur frá verkefninu að því hér var síðan gert sérverkefni fyrir Vestfirði á vegum Vatnaveina. En þetta er svona dæmi sem ég alltaf svolítið gaman að hvað væri hægt að gera miklu meira. Önnur hugsun sem var alltaf í Vatnaveinu var líka þetta að tengja saman ólíka hluti og það held ég að segja eitt sem að svona bara aðeins að enda með upplifuna að þó að ferðamaður komi hérna og sé að ganga eða fara á hestbak eða labba að þá kannski hann að komin á einhvern stað og stoppar að ef að þar væri til dæmis eins og á Hellnum í Snæfellsnesi sem lítið sætt kaffihús alveg niður í fjöru sem ofsalega gaman að ganga að og stoppa þar eða lítill heit laug að það vantar svolítið meira að hugsa göngu og einhver annað saman það að krossa meira saman hlutum heldur við verið að gera kannski þátíð upplifunin getur verið einhvað sterk sem dregur fólki á staðinn en svo þú ert komin á staðinn og núna fáum við 100.000 manna til Íslands hvað á fólki að gera? Það er ekki allir sem vilja bara labba í náttúrunni, það er ekki allir sem vilja þetta og ég veit að í greinin oft talað það að það vantar svolítið upp á auka framboði og ég held að það sé svolítið gaman að hugsa í upplifun og hugsa svona krossa og tengja meira heldur en gert hefur verið. Bara örstutt að vinna á það er hver, og það er sérstæðan, það er sýnin, sjálfbærnin og bara hugsa nóg stórt. Takk fyrir.